Jæja, bíddu nú við, þau ekki tafla nokkurt meginn. Jú, inni. Heyrðu, ég ætla þá að taka hérna dæmablað 14.1 til 14.3 og þá það seinni dæmi 3 og 4 sem að ég var svo sem aldrei búin að reikna í gegnum. Þannig að þið hafið sem flest dæmi í þessu efni. Og hérna ég búin að skrifa upp dæmi 3. Þetta dæmablaðið vissulega á námsvefnum. En hérna okkur þá gefið dæmi þar sem að við erum með hérna bórflúoríð eða tríflúoríð pluss ammóníak. Hérna hvarfast og myndar þetta hérna sameinaða efni eða hérna tengja sem sagt og við fáum þá þessar upplýsingar hver upphafsstyrkur annars vegar BF3 og hins vegar NH3 í 5 mismunandi tilraunum og hver síðan upphafshraðinn í þessum tilraunum. Og það sem að við eigum að finna í fyrsta lagi að finna hraðalögmálið. Og hraðalögmálið var þá þetta að við eigum að fá jöfnu þar sem að við erum með að upphafshraðinn hérna þessi hraðafasti litla k sinnum styrkur af hvoru hvarfefni og þá erum við hérna með veldið x fyrir BF3 og veldið y fyrir NH3. Og þetta allt þetta 0 þýðir sem sagt að þetta við tíman 0 sem eru þá upphafsstyrkir og upphafshraði. Og þetta var þá að við þurfum að finna x og y og það þarna í A og svo finnum þess að í framhaldinu þá finnum við hérna C. Þannig að ég geri þetta nú bara allt í einu, bara A og C. Sem sagt x, y og síðan K. Og þá var þessi aðferð til þess að finna hérna, ef við byrjum á því að finna x, þá erum við að leita að einhvers staðar mælingum 2 þar sem styrkurinn af þessu hvarfefni breytist, hérna x-ið sem sagt hér, en hins vegar það fastur hérna. Þannig að hérna myndum við vera með hérna, já við gætum valið hérna 3 og 4 eða 4 og 5. Því þarna erum við með breytingu þegar það engin breyting hér. Og sama hér, breyting á milli 4 og 5, en engin breyting á milli hérna 0,1. Á dæmablaðinu lausnunum þá valdi ég 4 og 5, þannig að ég ætla þá að taka núna 3 og 4. Veljum 3 og 4, þar sem að þetta gildir. Þannig að það þá hér. Það þessi hérna sem við erum að bera saman versus þá að það sé engin breyting hér á milli. Og þarna var þetta þá þessi leið að taka styrkinn af við hérna og það þá ég hef þá lægri styrkinn fyrir neðan og hærri styrkinn fyrir ofan. Þannig ég hef hérna 3 fyrir neðanstrik, BF3 og þá 4 fyrir ofanstyrk. Og þetta í veldinu x sama sem, og það væri þá hraðinn 3. mælingu og hraðinn í 4. mælingu fyrir ofanstyrk. Þetta gefur okkur hér þá 0,350 deilt með 0,200 og þetta í veldinu x sama sem og hérna erum við þá með 0,1193 deilt með 0,0596. Út úr þessu fæst 0,35 deilt með 0,35
að hérna erum við með 1,75 í veldinu x er sama sem 1. Það er sama sem 2,00. Og þá er spurning sem sagt, ef að við erum með 1,75 í 0 ef x er 0, þá ættum við bara að fá út 1. 1,75 í fyrsta myndi gefa okkur 1,75. 1,75 í öðru veldi gefur okkur 3.